Ég heiti Anna Björg og ég fædd árið 1954 í Skipholti í Reykjavík og á mínum uppvaxtar árum þá var leikaramyndarsöfnun mjög mikilvæg fyrir unga krakka sem voru að alast upp á þessum tíma. Ég safnaði leikaramyndum og á 1000 leikaramyndir enn í dag sem ég fletti reglulega með Marilyn Monroe, mjög margar af Birgittu Bardot og Sandra Dee, alls konar leikaramyndir, Connie, Sophia Loren, Gina Lollo, Brigitta, Roy Rogers, Elvis Presley, Rex Gildo, Connie Francis, fullt af leikaramyndum sem enn þann dag í dag gaman að fletta. Ég á margar bækur. Á þessum tíma var mjög vinsælt, eða bara sport í því, að fara með leikaramyndirnar sínar, maður fór þá með þá í bunkum, í 3 bíó á sunnudögum, því þar voru krakkar með aðra leikaramyndir sem vildu skipta. Ef einhver átti til dæmis 2 myndir eins, þá gat hann skipt á myndum sem hann átti ekki. Og þarna var gríðarlegur markaður, vegna þess að þarna voru strákar sem voru líka með Tarzan-blöð, Andri Sönd-blöð og þeir voru að skipta. Og þetta var það sem krakkar gerðu á þessum tíma. Þetta svona 65 og 6, þá var þetta á blómaskeið á svona býttimarkaði í 3 bíó. Það voru mjög margir strákar sem söfnuðu leikaramyndum og ég býtti yfirleitt við þá því að ég hafði engan áhuga á þessum kúrekamyndum. Þó ég eigi fullt af þeim í dag, Roy Rogers og Trigger og Lassie og þessar myndir, þeir vildu þær. Og alls konar kúrekaleikara sem ég þekkti raun ekkert á þessum tíma. Ég hafði meiri áhuga á Birgittu Bardot og þessum stelpum sem manni langaði að líkjast og fannst það flottar og stelpur. Þannig og allavega frægar. Gaman að eiga myndir af frægu fólki, því að maður sá blöð, það voru keypt blöð heima, Family Journal og Jemet, dönsku blöðin og oft voru myndir af þessu fólki í þessum blöðum og maður bað mömmu að þýða hvað var við að segja þessar stjörnur. Aðal áhugamál mitt og uppáhaldsmyndirnar mínar var að sjálfsögðu Cliff Richard, en ég fór í 3 bíó á sunnudögum alltaf að sjá myndir eins og The Young Ones, Wonderful Life, Summer Holiday. Þetta var alveg dásamlegt að mínu mati og ég safnaði mikið af myndum af Cliff Richard. Þannig að margar myndir til dæmis í þessari bók og hérna eru víða myndir af Cliff Richard og enn þann dag í dag leita ég að myndum sérstaklega af Cliff Richard og hefði alveg byggt á Elvis Presley fyrir Cliff Richard. Ég átti plakat af honum sem ég kyssti alltaf góða nótt á kvöldin, það ónýtt og enda fjarlægði faðir minna. Það hélt að ég gengi ekki út því ég var ákveðin í að giftast Cliff Richard, hann nú ógiftur enn þann dag í dag. En hérna einmitt Elvis Presley og Gitta Henning. Ég passaði börn og fékk pening og þeir fóru aðal í að kaupa leikaramyndir. Enda var það skemmtilegasta sem ég gerði. Ég sat upp í rúm á kvöldin og fletti yfir leikaramyndirnar mínar. En það var ekki fyrir löngu seinna ef maður fékk svona einhverja möppu til að geyma þetta í. Maður hafði ekkert annað, það var ekkert sjónvarp. Ég var í sveit á sumrin, þá tók ég með mér leikaramyndirnar og þær höfðu mikið ofan af fyrir mér að fletta og skoða leikaramyndum og sýndi þetta allar sveitir í Dýrafirði og var vinsæl að koma með leikaramyndir og skoða og stundum komu bíó í íþróttahúsið á Núpi. Ég man að The Birds var sýndar og ykkur staðar hérna einmitt leikarinn sem hann lék í Psycho. Ég þyrfti nú að setja mig gleraugun til að finna hann. En hann ykkur staðar hérna. Hérna hann, Anthony Perkins. Það var þessi sem lék í Psycho. Það voru 5 myndir í hverjum pakka á sínu tíma, en oft var ekki nema varið í einhverja eina mynd og maður keypti þá sem maður sá fremst pakkan á, en svo þegar maður opnaði hann þá voru þetta kannski einhverjir bara kúrekar. Þau voru alveg niður í 6 ára. Þau voru 6 ára sem voru að safna og alveg unglingarnir líka, það voru unglingarnir. Þeir áttu nú yfirleitt bestu myndirnar og maður var stundum að láta nokkrar fyrir einhverja eina góða sem að manni langaði í. Þá lét maður nokkrar myndir. Já, ég reyndi að klæða mig eins og
þessar stjörnur og jafnvel reyndi að mála mig eins. Sjónvarpið ekki að koma inn þarna fyrir 1966. Þá að byrja, þá maður að sjá einmitt þessa þætti í sjónvarpinu, Perry Mason og Ironside og Danny Kaye, Lucille Ball. Þar maður að finna þessa leikara í sjónvarpsþáttum, svarthvítum sem maður sá. Og þá komst nú aldeilis ennþá meira spýtt í leikaramyndir þarna í kringum 66 og 7. Þá náttúrulega fóru andlitin að sjást í sjónvarpinu. Þá var þetta komið heim nær. Þannig að þá var maður bara orðið miklu ákafari að safna. Og eins og í dag, ég renni oft yfir myndirnar mínar og finnst ennþá vænt þær. Og á það til að kaupa eina og eina á netinu þegar ég sé svona eitthvað, já þessi, ég á ekki hana. Og þá freistast maður og kaupir. Ætli ég sé ekki búin að safna í 55 ár.